Í Bláskógarbyggð í Árnessýslu má finna bæinn Efstadal. Þar bæði stundaður búskapur og ferðaþjónusta. Í þættinum í dag ætlum við að kynna starfseminni á bænum nánar. Búið í Efstadal hefur verið í höndum sömu ættarinnar í meira en 3 aldir. Snæbjörn Sigurðsson sem fæddur og uppalinn í Efstadal og kona hans Björg Ingvarsdóttir sem á ættir að rekja til Njarðvíkur tóku við búinu árið 1991 en afkomendur þeirra eru nú að mestu leyti tekin við rekstrinum. Sonur Bjargar, Sölvi Arnarsson, meðal stjórnenda Efstadals og hann mun fræða okkur búið í þessum þætti. Hann fæddur árið 1981 og ólst upp á búinu. Sölvi býr í Efstadal ásamt konu sinni Kristínu Ingunni og 3 börnum. Kristín bóndadóttir frá Haga á Barðaströnd. Guðrún Karitas sem systir mín, hún býr hérna líka með manninu sínum, hann heitir Árni Benónýsson. Svo það yngsta systirinn, hún heitir Linda Dögg og hún búin að vera í námi í Svíþjóð en að koma til okkar með manninu sínum, hann heitir Héðinn og hann bóndastrákur hérna úr Gnúpverjahreppnum. Svo það elsta systir mín, hún heitir Hallarós og maðurinn hennar heitir Björgvin og hann frá Höfðabrekku í Mýrdalum. Við erum allt svona sveitakrakkar. Við erum sem sagt að reka þennan sveitabæ saman og tökum við honum að foreldrum okkar, Snæbirni og Björgu. Þetta fjölskyldan, stór og mikil og við stöndum öll á bakvið Efstadalinn. Hefur alltaf stefnt að því að verða bóndi? Nei, ég ætlaði aldrei að vera bóndi. Það bara ósköp einfalt. En þegar þú alinn upp í sveit, þá held ég að sé eitthvað svona, það alltaf rosa gott að vera í sveitinni. Bjöggum í þéttbýli og það var einhvern veginn, með þetta útsýni sem við erum með hérna, það vantaði alltaf eitthvað. Þegar maður var kallaður heim á foreldrunum, þá bara var það ekkert erfitt að svara því. Já, bara já, ég kominn. Mágur Sölva, Árni Benónýsson, hefur að mestu séð búskapinn síðustu 4 ár, á meðan Sölvi hefur meira unnið inni við í tengslu við veitingastæðin. En síðasta hálfa árið hefur Sölvi meira verið í búverkunum. Hann búinn að vera lengur bóndi heldur en ég, en núna hann að vinna aðeins meira inn á hóteli, þannig að þetta svona við hreyfum þetta til. Ég held að sé bara draumur allra starfsmanna að geta verið í fjölbreyttri vinnu. Og gott að vera bóndi í dag? Já, það gott og það bara mjög skemmtilegt. Og ég kannski tiltölulega ungur inn í þetta, ef við myndum tala eitthvað bændasamfélag. Það sem að ég sé, að það bara ótrúlega krefjandi, fullt af krefjandi verkefnum. Það skemmtilegt, það að yngjast upp, ef við myndum tala bændastofninn, fullt af ungu og hressu fólki að koma inn í greinina og það bara virkilega spennandi tímar framundan. Sjáum kannski eins og það sem við erum að gera hérna, það sem við erum að blanda saman ferðaþjónustu og landbúnaði. Þú sér að við erum hérna 4 systkini með fulla vinnu hérna á bænum. Þannig að það mikið undir heitinu bóndi í dag og hægt að gera margt og mér finnst bændur vera mjög mikið í raun og veru að moða úr því sem þeir hafa. Í Efstadal í kringum 40 mjólkandi kýr sem framleiða í kringum 250.000 lítra af mjólk á ári. Inn í því líka erum við náttúrulega að nota eitthvað ákveðið magna af mjólk í heimavinnsluna, búa til ísinn og skýrið og ostinn. Svo erum við með einhverstaðar í kringum 30-40 hross, við erum með hrossavægt, við erum ekki með neinar kindur. Það hérna örugglega á annað 1000 sumarhús hérna í kringum okkur og það mjög erfitt að vera með sauðfé í kringum það. Þeim finnst blómin í görðunum hjá sumarbústaðeigendunum langbest. Þannig að því var svolítið snögg hægt. Það voru í Efstadal hátt í 700 vetrarfóðraðar og þetta hús sem við sjáum hérna fyrir aftan, það var fyrst byggt sem fjárhús. Og svo í kringum 1980 þegar kemur riða á bæinn og þá farið alfarið í mjólkurvinnslu eða í kúabú. Og svo erum við með einhverstaðar í kringum 60 naut líka og við erum að rækta naut fyrir veitingastæðin hjá okkur, þannig að við setjum alla nautkálfa á. Þannig að þetta þarna einhverstaðar á bilinu 100-120 nautgripir og 30 hross og 5 hundar. Já. Þrátt fyrir að vera ungur í faginu hefur Sölvi miklar pælingar varðandi kúaræktun og það var erfitt að veiða upp úr honum hvernig fóðrun háttað. If I tell you, I have to kill you. Hann gaf sig þó á endanum. Einfalda svarið við því að þær fá bara gras og svo fá þær hey. Við erum með hafra og ertur núna sem við erum að prófa fyrir kýrnar og við erum að beita þeim á ríkrisi og við erum með fóðurkál sem við erum að beita þeim á og við erum með vallafossgras sem við erum með fyrir þær og við erum með alls konar grasblöndur. Mjólkin sem við höfum úr íslensku kúnni náttúrulega einstök. Skýrið náttúrulega sýnir það. Okkar ræktun náttúrulega, þegar þú ert að búa til ísa þá viltu náttúrulega
hafa sem mesta fitu í mjólkinni. Og þegar þú ert að rækta nauta þá viltu kannski hafa sem mesta og bragðbesta og fitusprengdasta kjötið af nautgripnum. Þannig að við erum að gefa nautunum okkar korn og við erum í svona alls konar hernaða leyndarmálum sem ég get ekki gefið upp til að í raun og veru búa til góða vöru. Þannig að það eru mikla pælingar í kringum það. Gætu þið hugsað ykkur að blanda íslenska kúastofninn við einhvern erlendastofn, eins og norska til dæmis, eins og hefur verið rætt? Nei. Fyrir okkur í dag þá erum við ótrúlega stolt af íslensku kúnni og það sem að hún hefur gefið okkur í gegnum aldirnar og vissulega hafa verið einhverja kynbætur þar og annað en það er svolítið gaman að geta sagt fólki að mjólkurkúin sem er hérna í dag að þetta er kúin sem er frá landnámi og það er svona fyrir okkur í þessum ferðaþjónustu tengda landbúnaði að þá er það okkur mikilvægt að standa vörð íslensku dýrin. Efstidalur státar ekki aðeins af öflugum búskap. Á býlinu er einnig heilmikil ferðaþjónusta. Þau Snæbjörn og Björg, móðir Sölva, ákváðu að byrja í ferðaþjónustu við misgóðar undirtektir. Og svona þegar foreldrar mínir fóru að tala fyrst þessa hugmynda þá fannst mér þetta alls ekki sniðugt. Ég gat ekki séð það fyrir mér að vildi einhver koma og borða matinn í fjósi. Þau voru ákveðin í þessu og þegar við svona fórum að sjá setupið á þessu hjá þeim og þá var auðvelt að hoppa um borð í þann vagn. Þau hafa greinilega verið framsýnir bændur, þau Björg og Snæbjörn. En þau byrjuðu í ferðaþjónustunni árið 1994 með því að setja á laggirnar hestaleigu. Við förum hérna Kóngsveginn sem við köllum, sem er svona upprunalegi gullhringurinn, vegur sem var lagður 1907 fyrir Danakonung og 2000 og held ég 2 eða 3 opnum við í gamla bóndabænum bændagistingu og svo 2004 þá byggjum við 10 herbergja bjálkahús. Svo erum við með náttúrulega hérna ísbúðina og veitingastaðinn og það er svona ferðaþjónustu pakkinn. Við byggðum bara við gömlu hlöðuna og hérna hluti af veitingastaðinum er bara í gömlu hlöðunni. Þannig að hérna, þetta er bara inn í fjósinu, ekkert flóknara en það. Hvernig gengur þetta saman, ferðaþjónusta og búskapur? Ótrúlega vel í raun og veru. Auðvitað er þetta svolítið öðruvísi, sko. Þú ert kannski að fá allt í einu hópa fólki inn í fjóstíðin en hann alltaf að fara inn á veitingastað. Hugafæri breytist líka svolítið þegar þú opnar bóndabæinn. Þau í Efstadal vilja að ferðamönnum sem koma til þeirra líði eins og þeir séu komnir í heimsókn í sveitina. Þegar þú kemur í Efstadal þá ert þú að koma í heimsókn til okkar fjölskyldunar í Efstadal. Og við erum hérna 4 systkin og okkar makar sem að tökum á móti þér þegar þú kemur hérna inn og erum svona svolítið að reyna að bjóða fólki upp á þá upplifun að það sé svolítið bara að koma í heimsókn til okkar. Bilið milli sveitabæjar og borgarinnar er orðið svo breytt og ég er búinn að segja þetta einu svona áður í viðtali. Ég þurfti í alvörun að sannfæra fólk að þetta væri kýr þarna inni, ekki hestar. Eins og Sölvi segir, þá snýst þeirra starfsemi út á það að sýna þeim sem heimsækja bæinn hvernig varan verður til. Sölvi segir jafnframt að þetta sé það sem markaðurinn er að biðja um. Við köllum þetta beint frá býli, það sem við erum að gera og enska orðið eða heiti sem ég er svona hrifnari af að það er þetta farm to table sem er svona konsept þar sem að sýnileikin er í fyrirrúmi. Það er eins og hjá okkur, þú getur séð hvað er í gangi inn í fjósi, svo getur þú séð inn í mjólkurvinnsluna og svo getur þú smakka vöruna, hvort sem það er í morgunmatnum eða í hádegismatnum eða kvöldmatnum eða í ísnum. Þetta er auðvitað, íslenska orðið þetta er bara beint frá býli og hérna í Bláskopið getur þú nánast keyrt á hvaða bæ sem er og fengið að kaupa einhverja vöru. Þau í Efstadal eru í góðu samstarfi við bændur í kring sem eru að bjóða upp á sína vörur. Það er okkar keppikefli að vera með allt úr héraði eða allt úr sveitinni og það er bara nánast hver réttur sem er á matsölustaðnum, hann er þannig settur upp og hann sé með vöru héðan. Matseðillinn hjá okkur er ekki matseðill sem færð á borðið, það er bara svona krítartafla og það er bara, herru, nautalundin er búin í dag, það er nóg til að fylli, þá bara sett fylli inn á og það er urrið, ekki silungur úr vatninu, þannig að þetta er svona svolítið það sem er í gangi. Voru að koma róur og gulrætur, þá fara þær sem meðlæti með og hann er mjög lifandi matseðillinn. Sölvi hvetur fólk í stéttinni að líta björtum augum á framtíðina
og nýta þau ótal mörgu tækifæri sem eru til staðar. Við erum að þjóna kunnanum sem er að kaupa vörun okkar, við erum að vera sýnileg, við erum að vera jákvæð og við erum að hafa trú á vörunum okkar og við þurfum að vera samvinnuþýð við stjórnvöld og markaðinn og bara íslenskt já takk alla leið, alveg sama hvað það er, hvort það er grænmeti eða mjólk eða fiskur eða kjöt eða ís. Stöndum vörðum þessar vörur sem við eigum og hjálpum stað að geta boðið sem besta verð fyrir kunnan. Og á þessum orðum endum við heimsókn okkar í Efstadal.